En áður en klukkan slær 12 þá ætlum við að fá fréttir, svona fara yfir árið sem að líða á léttum nótum frá Hveragerðisbæ. Það hún Jóhanna Margrét sem á línunni. Bless og sæl. Blessar og sæl. Og gleðilega hátíð. Sömuleiðis. Og nútíð og framtíð. Alveg, bara allt saman, allt árið í gegn. Ertu ekki búin að hafa gott? Alveg virkilega fínt. Ertu búin að gera eins og ég og margir borða yfir þig eða? Nei, svona mesta furða. Ég svona þannig típa ef maður að elda mikið, sko, þá ég bara að setja lyktinni. Já. Þannig að ég á þetta svo tími sem að kannski aðeins missir kílóin, Já. Sem ekki gott. Ég verð að halda í hvert gram. Já. Nei, þetta búið að vera mjög skemmtileg og bara góð hátíð. Margar jólavislur og margir gestir komið til okkar. Frábært. Þannig að þetta búið virkilega skemmtileg og góð jól. Hvernig, ef við svona förum yfir árið bara svona á léttum nótunum eins og fyrir Hveragerðisbæ, þá var þetta nokkuð stórt ár fyrir ykkur? Já, mjög stórt og skemmtilegt og viðburðaríkt afmælisár. Já. Þannig að þetta var bara svona dagskráin út í gegn, það má eiginlega segja svona við fagnum nýju ári á viðeigandi hátt og síðan hófst svona gleðin í kringum sumardaginn fyrsta. Já. Og það nú alltaf mikil hátíðahöld þegar verið að fagna á Reykjum, sumarkomu og öðru slíku og síðan var bara áframhaldið og við fórum svo í jól Blóm í bæ. Já, já. Og það var svona virkilega hátíðlegt og skemmtileg garðirska blómasýningin. Og svo áframhald bara sumarið, bara ágætt og blómstrandi dagar var svona hápunktur afmælis ársins. Akkurat, það var svona meir og minna yfir allt árið, alltaf eitthvað í gangi. Já, við gerðum það þannig núna og við fáum ekki eftir því. Nei. Það var virkilega skemmtilegt að hafa svona bara svolítið viðburðaríkari þær hátíð sem eru meir í bænum og fagna afmælinu á viðeigandi hátt. Algjörlega. Svona stærri viðburður. Já, já. Áramótabrennur hjá ykkur núna á morgun? Já, þær eru í svo kalluðum þverbrekkum, vestan við bæinn. Og svo alltaf stór glæsileg flugeldasýningin hjá Hjálparsveit skáta í Hveragerði. Þeir eru orðnir bara held í frægir á landsvísu fyrir glæsileg flugeldasýningu. Einhver hvíslaði að mér að það verður nú bætt við allavega einni bombu út af afmælisárinu. Já, ég finnst að verði allavega ein bomba í viðbúr. Já. Ég finnst að það. Hvenær hefst brennan? Það níuleytis. Já. Þá hefst brennan og svo í framhald af því þegar búið að brenna í dágóða stund þá hefst flugeldasýningin. Nákvæmlega, þetta alltaf mjög skemmtilegt að sjá þegar að brennan á gamlárskvöld hjá okkur að sjá bílaröðina niður kampana. Já, það náttúrulega margir sem gera sér ferð bara til að leggja þar til að horfa. Já. Það náttúrulega alveg frábært útsýni þar yfir. Nákvæmlega. Og það var náttúrulega einsagt að færa í góðan göngutúr og skella sér upp á hamarinn. Sko, með hvernig veðrið á að vera, þá það nú alveg hægt, þá að vera kalt en þá að vera léttskeið og bara nánast logn. Já, og bara pínulítið frost, -1 eða 2. Ég held að þetta verði alveg kjörið veður til að fagna gríðarlega góðu afmælisári. Já, kannski 10 stiga frost. Já, kannski. Þannig að þetta verður vantilega margt mannin og eins og alltaf og eintóm gleði. Já. Árið hjá þér, Jóhanna, fóna persónulega gott? Þetta bara persónulega bara mjög gott. Já. Ég var því lána að fagna að verða amma á árinu. Til hamingju. Mér finnst það svona standa bara upp úr. Þetta alveg yndislegt að verða amma. Og hann mikill gleðigjafi til litli snúli. Þetta æðislegt. Já, virkilega skemmtilegt. Svo vorum við að fagna sérstaklega góðu íþróttaári í gærkvöldi. Alveg rétt. Við vorum að krýna þar unga fimmleikastjörnuna Heklu Björn sem íþróttamann Hveragerðis. Og við vorum að heiðra þarna 15 íþróttamenn sem að bæði hafa verið að standa sig gríðarlega vel í sinni grein og líka verið að hljóta Íslands- og bikarmeistaratitla á árinu. Þannig að það var virkilega skemmtileg athöfn í listasafninu á vegum menningar íþrótt og frístundanefndar. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Þetta eru 15 íþróttamenn sem voru heiðraðir? Já, það voru 15 íþróttamenn heiðraðir og síðan voru 11 í kjöri til íþróttamanns Hveragerði. Já, og þar var Hekla Björt valin? Já, hún var valin, hlutskorpust í því kjöri. Erfitt alltaf að velja en hún virkilega vel að titlinum komin. Það alltaf einhver sem þarf að standa upp úr?
Það alltaf einhver eitt sem þarf samt upp úr. Já, Við höfum allavega, við breyttum þessu fyrir nokkrum árum að velja bara einn. Við vorum alltaf með íþróttamann og íþróttakonu. En einhvern veginn finnst mér og ég held að séu bara margir því sammála að það einhver einn sem að stendur upp úr á að fá að njóta. Þannig að við erum alveg að keppa á jafnréttis grundvelli þegar við erum að horfa íþróttamann. Nákvæmlega. Árið sem framundan spennandi tímar hjá Hveragerðisbæ? Virkilega spennandi tímar og það má segja að verði áframhaldandi gleði og viðburðir. Við vorum það heppin að fá að halda landsmót 50 ára og eldri. Já. Og við völdum að það yrði á þeim tíma sem að Blóm í bæ hefur verið í bænum okkar síðustu helgin í júní. Og Blóm í bæ verður kannski ekki alveg í sömu mynd og hefur verið, en við munum hafa bæinn glæsilegan og blómum skrittan, en svona aðalega landsmóti fá að njóta sín þetta helgi. Já, algjörlega. Og það er að gera að fara að æfa og svona. Já. Það er kannski ekki að vera keppandi, en ég myndi fara að æfa ég væri þú bara upp á að vera tilbúin þegar. Látt ekki svona. Hvað að þér? Já, ég fer að æfa. Svo náttúrulega að fara að rísa leikskóli. Já, það gengur bara vel og það verða mikla framkvæmdir í leikskólanum á næsta ári. Já. Það stóð nú til að vera með meiri framkvæmdir við sundlaugina, en það var ákveðið að fresta hluta af þeim, þannig að það verður sett upp lykta fyrir alla sem að vilja ekki ganga stigann og síðan verður skipt glervegginn sem að snýr út á svölunum. Já. Þannig að það er svona smá framkvæmdir þar og svo víða svona viðhaldsframkvæmdir, en það fer mest að púðrið í leikskóla. Já, nákvæmlega. Þetta stór og mikil framkvæmd. Ég má til með að nefna fyrst að við erum að tala einblína á Hveragerði, að þá verður Sölvakvöldið í kvöld. Já, Sölvakvöldið í kvöld og það verður svona báíkýlingur í Sölvunum í kvöld. Þannig að það má enginn láta sig vanta á því. Þetta er ball sem að hefur alltaf verið vel sótt. Þetta er svona eitt af aðalböllunum. Já, þetta er virkilega gott ball. Og núna verður þetta haldið í Skyrgerðinni, er það ekki rétt mér? Já, það er margir sem voru svona hissa á því, en málið er að það eru framkvæmdir sem standi yfir í Hótel Örk. Já. Og það er nú ástæðan yfir að það er verið að færa ýmislegt þaðan sem að hefur verið þar. Já. Margir voru hræðast að það er ekki nóg pláss í Skyrgerðin, en má ekki bara þröngt sitja þegar að menn er að fagna nýju ári. Já, þegar maður er sáttur, hvort sem er. Ég segi það. Þannig að það verður bara vonandi hinn besta skemmtun. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Var ég búin að spyrja þig hvað þú ætlar að borða á morgun? Nei, ég ætla að borða kalkún með stórfjölskyldunni. Þannig að við erum byrjuð að meðhöndla hann verður settur í kryddpækil sem við vorum einmitt að vinna í núna. Já. Þannig að það er svona vatspækil sem hann situr í núna í rúman sólarhring. Já. Svo verður hann hæg eldaður og algjört djúsi bara. Þetta er svona fínu vinna, er skemmtileg vinna að gera góðan kalkún. Alveg, já, virkilega skemmtileg vinna, en einmitt þegar þú segir, þetta getur verið svolítið mikið svona viðvera. Já. En það er allt í lagi. Þetta er, maður sér ekki eftir neinu þegar þetta er tilbúið og þetta bragðast vel. Já, nákvæmlega, þá mann maður ekkert eftir forvinni. Nei, algjörlega. En gott ár sem er að enda og spennandi tímar sem vonandi 2017 meitir. Já. Ekki spurning. Við förum inn í árið með brósofur. Algjörlega. Ég segi bara takk fyrir árið og gleðilegt ár. Sömuleiðis og gleðilegt ár.